Það er freysting.is komin að Snorrabraut 56. Hér hefur opnað staðinn Roadhouse. Siggi Sushi og Gunni Jan ráða hér ríkjum. Við skulum aðtöku hvort að sé ekki einhver inni sem getur tekið á móti okkur og frætt okkur aðeins staðinn. Já, Siggi minn, til hamingju, þetta alltaf smella. Þetta að smella, þetta að koma, loksins. Ófáir klukkutímar sem búnar að fara í undirbúning og svona. Þetta gerist ekki að sjálfu sér? Nei, alls ekki. Við byrjuðum í byrjun ágúst. Og hvað er? Febrúar núna? Já, miður febrúar. Já, hvað er 6-7 mánuðir eitthvað slúðis? Hvenær, þú ætlar að opna, hvenær? Vonandi næstu viku, vikuna eitthvað staðar í kringum 10. og 15. Eitthvað stað þar. Ef að heilbrigðis og byggingafulltrúi og þeir vera góðir. Verður ekki bara ganga út frá því? Jú, ganga bara út frá því. Segðu mér aðeins, hvað er reiknir með að taka marga gesti í sæti? Við getum fyllt staðinn, þá er hann 120 í sætum. Það er svona cirka bát. Það er alveg hægt að tjúna það meira upp en það er svona svo tala sem við viljum helst ekki fara yfir. 120 er þægilegt? Já, mjög þægilegt. Stöndum hérna fyrir framann eldhúsið, hjarta staðarins. Siggi, hvað ætlar að bjóða upp á? Við ætlum að bjóða upp á ameríska mat. Allan heimagerðan. Allt gert á staðnum. Allt lagað frá grunni? Já. Franskarnar eru handskornar úr venjulegum kartöflum, ekki einhverju kartöfludufti. Við reykjum rifin á staðnum. Í þessum fína hérna inni, eða þið kíkið á hann, allt á sjáminn hérna, reykofnin. Hrikalega fín. Svo bara þetta klassíska ameríska, við verum með góða kjúklingavangi, við verum með mac and cheese, það verður hérna einhverja 5-6 tegundir hamborgurum, það er alltaf að gera það svolítið svona eins og þú færð þá í Ameríku. Þeir eru ekki allir með káluk og tómat sko. Það verður hver með sinni og eigin karakter. Við verum svo með rif, eins og ég talaði og þá erum við með 4 tegundir rifum, þá erum við baby back sem við reykjum í eplavið. Við erum með sperrib sem við reykjum í hickory. Við erum með hérna bórif sem er nýtt sem við erum farin að framleiða hérna í Esju og það verður reykt í cherry kirsuberjavið og svo eru mismunandi sósur með hverjum og einu rifi. Það er að segja heimalegu barbecue-sósa, til dæmis með baby backinu verður Kansas style með hérna sperribsunu þá ætlum við að vera með North Carolina style barbecue sauce og þetta eru allt svona gamlar uppskriftir sem við erum búin að vera að grafa upp núna undanfarið. Við verum líka með nautarif eða beef short ribs og það er sama, það fer inn í ofnin og reykt og fær sína sósu. Og öll rifin er röbbuð á misjafnan hátt, það er að segja að það er ekki sama bragð, hvert og eitt rif hefur sinn karakter. 5-6 borgarar, svo eins og ég sagði á hann, þeir vera 140 gram, ekki 120 eins og svona gengur og gerir svona standard, við ætlum að hafa það stærri. Svo ætlum við að vera með samlokur, við verum með 3 eða 4 típur af samlokum og þá ætlum við að taka svona klassíska hluti eins og túnamelt, við erum með pulled pork sandwich, við ætlum að vera með kjúklingasamlokur sem að vera gerð úr svona mauksteiktum kjúkling og svo bara eitthvað meira, ég veit það ekki, við erum bara eftir að finna það upp. Og kalt kók með? Kalt kók með. Það verður ekki amerískara? Nei, ég held að verður ekki mikið amerískara. Og svo náttúrulega kannski, við tala um desertana, þá ætlum við líka að fara svolítið aftur í tíma líka og við ætlum að vera með kökuvagn. Kökuvagn? Kökuvagn, já. Þannig að þegar gestirnir eru búinir að borða, þá koma þjónarnir með kökuvagn og displayan fyrir framan kunnan og bjóðunum upp á það tegund sem við erum með. Hvað hefur þú að bjóða upp á vagninum? Þetta verða 3 típur, það er Devil's Cake, djöflakaka, gerði hérna nýja kökuhúsinu hjá honum Örvari og allt gert þar, bökuð ostakaka og svo eitthvað pæ. Þú
þú veist, það bara fyrir eftir hvað ástum er og annað, hvað við notum í það. Pekanpæ eða eplapæ eða... Já, nákvæmlega. Bara hvað í sísonu, rabarbarapæ og vorin og allt þetta skiljum við. Þannig að við ætlum að fara þessa leið líka. Það lítur vel út. Maður er búinn svangur. Það ekki? Já. Til þess að leikunni gerður. Já, til þess að leikunni gerður. Það eru komin inn í eldhús á línuna. Hér er Baldur. Hvað segir Baldur? Maður er bara á fullu, undirbúa fyrir opnununa. Þannig að nóg að gera bara. Hinga koma börnin til pappa í vinnuna. Það er búið að vera lítið frítíma. Já, það er mikið að gera núna, sko. Bæði að gera eldhúsið klárt, bara hlutilega séð, láta hillur og allt upp og hráefnið og preppa. Þannig að það verður gaman lítið baka þegar allt er klárt og brosa. Allar uppskriftir, allar sósur, allt klárt. Þetta er svona, já, næstu því. Við erum að fínpúsa okkur til núna. Og allt sem komið er alveg geggjað. Og svo bara ekki að fara í húsasmiðuna og ná sér stóra skóplu og byrja að moka. Já, við vonum það. Segðu mér aðeins frá tækjunum sem er hérna inni. Þú ert með Altosjam reykofn. Já, það er alveg klikkugræja. Hún gerir allt. Gufusíður, steikir, reykir. Við getum látið hann að byrja að reykja og elda eftir á þess að þurfa að breyta stillingum. Þannig að þetta er algjör snilldagræja og við erum bara eftir að læra enda meira á hana. Svo ertu með djústingapott hérna. Alveg glænýjan hérna sem að allt tímastilti sem að fara upp og niður. Þannig að þegar búið að gera prógrami allt saman, það ætla að vera ekkert mál. Íta á einu svona takka, ferja niður upp. Grill hérna bak við mig. Já, þetta er rosalega grill hérna sem að þetta er þvílík hiti í þessu. Já, ég finn það. Það er vel heitt hérna. Já, og við erum búin að prófa að grilla hambúrgarna á þessu og kemur svona eins og grillfílingur í bragðið á hambúrgarna, sko. Þannig að þetta er ekki, og þetta er rafmagnsgrill, sko, þetta er ekki gasgrill, en bragðið er alveg geggjað, sko. Slökkvibúnaðurinn kominn á sinn stað og svo er Altosjam til að halda... Hérna, þetta er brjálega að gera, þá eru hérna með rifin hérna klár og steikina inni, þessum hérna, þetta er tvöfaldur, alveg risastór, sko. Þannig að þetta verður allt klárt hérna í rifin og svona. Það myndi heita á fagmálinu mammúti. Já, nákvæmlega, mammúti. Já, hérna er til að hita hamborgarabrauð. Já, alltaf jafn heit, aldrei brennt, renna hérna niður á nokkrum sekúndum. Þannig að annað klikkugræði sem við erum með hérna. Við erum vel tækjum búnir hérna, þannig að þetta er bara að klára að missa hann og opna. Plan, eins og hún kemur fyrir úr moldinni. Skurðargræjan. Baldur var ekki búinn að sýna mér þetta. Ég ætla að vona ég sleppi heilt frá þessu. Forstöktar olíu, kláraðar olíu, lagar á staðnum. Hér er ekkert kartöfluduft eins og Siggi sagði áðan. Þetta eru bara alvöru kartöflur. Það verður gaman að smakka þetta. Já, við erum komin hérna á Roadhouse. Hörru, hversu? Baldur, þetta verður eiginlega heldur. Baldur, nei, hérna. Vilt þú ekki tala um matinn eða? Komdu. Nei, ég er ekki búinn að það. Já. Þá stöndum við hérna fyrir framann hjarta húsins, það er eldhúsið. Siggi, hvað ætlarðu að bjóða upp á? Mat. Stutt og laggott. Þetta er ekki flókið. Algjör bjárni. Hvað?